Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Já, sportþátturinn með ykkur hérna þessu mánudagskvöldi klukkan 20 mínútur yfir 11 mánudagskvöldi 3. mars og auðvitað eru menn vakandi þarna á Sauðárkróki en hann á línunni komin hérna Bárður Eyþórsson, þjálfari Tindastól sem eruðu deildarmeistarar í fyrstu deild karla og hann á hluta því að fyrstu deild karla var aldrei spennandi þarna upp á toppnum. Blessa og sætluðu ekki? Já, sæll og blessaður. Og til hamingju með þetta. Já, hvað er það? Eru þið, já, sýndu bara að þið voru yfirbyrða lið þetta leiktímabil? Já, þetta gekk vel. Þetta gekk vel þetta árið og mikið af bara ungum og flottum strákum og reynslu boltum inn á milli og þá til svona náðum að púsla saman ágætislið. Já. Og þið hafið ekkert verið að svona slaka á neitt eftir sem leið á tímabili að þið beið alltaf eftir því að þið myndu nú fara að minnka þetta sigurum ykkar? Nei, já, ég slaka á, ég veit það nú ekki. Við erum náttúrulega búin að tapa 2 leikjum eftir áramóti í deildinni og móti Fjölni úti og svo Þór úti núna. Já. Tapið á móti Þór kom að vísu eftir að við vorum búin að tryggja okkur, þannig að mér fannst svona svolítið svona væru kærið yfir hópnum en ekki það að Þórsvötnin gerði vel. En annars hefur við svona verið að spila af ágætis hörku og ágætis afli í vetur sko og núna eftir áramót líka svo sem. En þessi hópur sem þú ert með þarna, þetta er alveg, já, þetta er svo lýgilegt hvað þetta er ungi strákar. Já, uppistaðan í hópnum eru 17 við 19 ára strákar. Já. Og svo eru helgarnir 2, það eru Helgi Rafn og Helgi Freyr. Og svo fengum við náttúrulega Darri Fleik fyrir tímabilið og svo náttúrulega erum við með Kana eins og önnur lið. Já. En þessi blanda hefur heppnast mjög vel. Og hvernig gengur að hafa aga á þessum pjökkum? Það er ekkert mál. Já. Strákarnir eru bara þannig gerðir að þeir ætla sér stóra hluti sjálfir og það er mjög auðvelt að þjálfa og auðvelt að fá til að virka innan liðs og innan hóps og þeir eru alveg tilbúinir til að leggja margt á sig. Já. En svona með þessar strákar, eru þeir líka að keppa í yngri flokkunum eða? Já. Þetta er stærtur hlutin af þessum hópur í drengjaflokk og svo eru 2 til viðbótar sem að bætast við í úlingaflokk og þannig að þetta er hópurinn sko, má segja, þannig að það er nóg að gera hjá þeim. Eru þeir bara búin að helga sér körfuboltanum þarna? Er þetta lífstílinn þeirra? Já, það má eiginlega segja það sko, þeir æfa mjög mikið þeir strákar, við stofnuðum akademíu króknum í fyrravetur og þeir eru þar, ég held að ég segja allflestir allavega og þeir eru að æfa og í akademíun eru við 3 í viku og svo æfa þeir náttúrulega með meistaralokk á kvöldin, svona 5-6 daga vikuna. Já, þannig að þetta er svona, já, það er bara körfubolti. Já, það má segja það. Er þessi akademíun með svipa hugmyndafræði og þá akademíun sem er til dæmis hérna í FSU, eitthvað samhliða framhaldsskóla eða? Já, þetta er samhliða framhaldsskóla. Ég veit nú ekki nákvæmlega hvernig hún er uppið þarna ekki svona alveg á Selfossi en þetta er svona byggist á aukaæfingum og liftingum meðal annars, svona styrktaræfingum. Bara til að bæta það sem aðlega körfuboltamenn. Já, nákvæmlega. En hvernig hefur annars fundið svona fyrsta deildin vera búin að vera þetta tímabil? Mér hefur fundist að vera nokkuð góð sko. Það er mikið af góðum liðum, það eru mikið af góðu leikmönnum í fyrstdeildinni. Það er mikið af leikmönnum sem hafa spilað í úrvalsdeildinni. Þannig að deildin hefur verið nokkuð öflugað með finnst sko. Við erum náttúrulega Fjölnir, Þór Akureyri, Höttur og þetta eru lið sem eru með miklar reynslubolta innan sinna raðar og ég tala ekki Blikana líka. Og þannig að það er gríðarleg reynsla í þessu liðum og raunverulega miklu meiri reynsla í þessu liðum heldur okkar lið sko. En svo eru fyrst mér FSU lið á Selfossi
mér persónulega finnst mér það gríðarlega skemmtilegt lið og vel þjálfað lið og reynda komir óvart að þeir hafa ekki verið ofar en svo sem tímabil ekki búið, þeir gætu nú ennþá náðu í úrslit og gert góða hluti þar. Já, en það náttúrulega eitt lið sem í fyrstdeildinni sem búin að koma körfubolta svona spekingu svolítið óvart, það náttúrulega Þór Akureyri. Já, óvart á að þeir svona ofalega. Já, þeir hafa aðeins búin að tapa 4 leikjum og eru þarna ekki það langt á eftir ykkur svo sem? Nei, þeir eru 4 stigum eftir okkur. Já. Nei, óvart og ekki óvart, ég veit það ekki, þeir koma svo mér ekki óvart, þeir eru með mikla reynslu og þeir eru framan að vetri voru ekki með mikla breidd en mér sýnist það að vera svona aðeins bætt í hópinn, örlítið meiri breidd og nei, gengi þeirra kemur ekki óvart, ég síður en svo, en ég get ekkert eftir það hvort ég fara upp með okkur eða hvað, en þeir vantarlega að stefna það líka. Já, nákvæmlega. En svona, ef þú sérð úrslitakeppnina fyrir þér núna, þá þetta sett upp þannig að Þór og Breiðablik munu eigast við? Já. Og hinum við þá það Fjölnir og Höttur? Já. Eitthvað hægt að spá þessa leiki? Nei, ekki svona fyrirfram. En nota benni, ég held að Breiðablik þarf að vinna Þór í næstu umferð. Já. Ef ég hef lesið þetta rétt en ef að Þór tapar á móti, ef að Þór vinnur Breiðablik og FSU vinnur sinnleik, þá held ég að FSU fyrir úrslit. Já. Ég held að ég sé að fara með rétt mál. Já, þannig að FSU þá dett inn í úrslitakeppnina svona bakteira megin. Já, bakteira megin, þetta náttúrulega Íslandsmótið klárast ekki fyrir næstu umferð, þannig að en en þeir hafa þennan möguleikann þá. Já. Og svo Hamar, þeir komu allt í einu sterkir inn, hitt sunnlenska liðið, þeir komu allt í einu sterkir inn, bara svona seinni tímabils allt í einu. Já, það lið sem hefur verið að vaxa alveg gríðarlega mikið núna sérstaklega eftir áramót og verið að taka flotta sigra. Já. Og spila, ég sá nú á netunni hjá móti Breiðablik, það sem spiluð lengst mjög vel og svona tóku svo heppni sigur í lokin af meðfast. En gerðu vel. Já. En hvernig leggst í ykkur að fara aftur upp í úrvalsdeild? Bara mjög vel. Já. Bara mjög vel. Ég held að Tindastólliðið verði gott næsta vetur. Þetta eru efnilegi strákar sem eru þarna og mér finnst okkur hafa tekist ágætlega til að nýta þennan vetur fyrir strákarna til að þeir koma sem best undirbúnir fyrir úrslitina. Þannig að ég ekki nokkur vafi það. Ég held að deildin verði mjög góð næsta vetur og liðið verði gott næsta vetur. Og ertu að fara halda öllum ungu pegunum áfram þarna? Já, það verður allir ungu punkarnir áfram en ég sjálfur verð ekki áfram Nei. Þannig að allir aðrir verða áfram. Þannig að, og hvað ætlar þú að gera? Bara vera aðdáðir núna? Já, nú ég bara stuðningsmaður Tindastóls. Já. Þannig að þú verður hérna vitlaus á pöllunum? Já, ég hafa það einhverju leiki vonandi. Ég svo sem ekki alveg útsett hvað ég fer að gera en ég verð ekki sjálfur, hann ákveður. Nákvæmlega. En Barður, svona rétt í lokin áður en sleppið þá Dóminusdeild karla, þú eru eitthvað að segja til það hvaða lið sterkast þar? Ég hef ekki séð mikið að leikjum en mér sýnist KR-lið vera alveg feiknarlega sterkt. Já. Þeir eru með gríðarlega vel manna lið og þeir eru hávaxnir og þeir hafa bara padel, það er ekki bara óvægt að segja það, hann óbúslega góður. Og ekki það að þeir eru með fullt á öðru góðan strákum hann. Þeir eru bara þetta flott lið, vel þjálfað lið og bara hafa verið að vinna sannfærandi sigra. Svo spyr ég þig eins og aðra, hvað lið þitt lið í NBA-deildinni? Ég hörðu, ég hef eiginlega aldrei átt uppáhaldslið. Það er mörgum árum síðan þá hélt ég alltaf með Houston og
og Detroit. Já. Já, ég held bara með þeim með þá. Var þetta þá út af Hakeem Olajuwon og töffurum þarna, þeir eru meistarar og svo Bad Boys Pistons eða? Já, ég hafði mjög gaman þessu. Og svo reyndar hef ég mjög gaman að horfa á hérna San Antonio Spurs líka. Ég hef svona aðhylt liðum sem hafa verið að spila svona liðsbolta og hérna. Þannig að ég hef svona hrifist mest á þeim. Herðu, Bárður Eyþórsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og mér hlakka mikið til að heyra aftur frá þér einhvern tíman ef þú hefur tíma svona spá og speklar í jafnvel í úrslitakeppninu og líka bara á næsta ári að heyra öðru hvoru í þér. Já, bara alveg sjálfsagt. Já. Alveg sjálfsagt. Og hvernig er veðrið hjá ykkur núna? Það er bara brjálaður. Það er bara brjálaður? Það er bara skítaður. Já. Það er allan engin út að skokka núna? Nei, ég get ekki ímyndað mér. Þetta er bara... Ég man ekki eftir að fengja svona vont viður hérna eftir ég fluttingu grúkin. Nei. Það er bara þannig. Þetta er algjör veður sældi hérna annars. Já. Bestu þakkir, Bárður Eyþórsson, og til hamingju með frábæran árangur hjá Tindastól og vonandi að þið náðu að halda áfram þessum ungu og efnilegu leikmönnum sem þið hafið við í körfuboltanum. Já, gerum það. Takk fyrir þetta. Takk sömuleiðis. Takk. Já, þáttur kvöldsins verður ekki lengri að sinni en ég minni að sjálfsögðu á næstu leiki í körfunni. Í Dóminusdeild karla þá eru leiki núna á fimmtudaginn. Það er Skallagrímur Haukar, Þór Þorlákshöfn Grindavík, Keflavík ÍR, Njarðvík Snæfell, KR Valur. Þessi leikir hefjast allir korter yfir 7 og svo er á föstudaginn KFÍ Stjarnan klukkan korter yfir 7 einnig. Nú, það var frestað leikur Snæfells og Keflavík í Dóminusdeild kvenna og sá leikur á að fara fram á morgun þá í staðinn, korter yfir 7 og í fyrstil karla þá er lokaumferðin núna fer fram á föstudaginn afsakið. Það er Tindastóll Höttur, Breiðablik Þór Akureyri, FSU Vængir Júpiters, Fjölnir Ía og svo er það Augnablik Hamar sem hefst klukkan 8:30, hinni leikinni hefjast korter yfir 7. Og fyrstil kvenna hún er ennþá í gangi. Á morgun er Laugdalir Fjölni heimsótt klukkan 8 og svo eru leikir núna á laugardaginn. Tindastóll Þór Akureyri klukkan 2 og Stjarnan Breiðablik klukkan 4:30 og sama tíma Grindavík BFSU og svo klárast þetta núna í næstu viku. Í handboltanum þar eru leikir að sjálfsögðu framöndan líkt og venjan er alltaf. Það eru leikir núna á fimmtudaginn klukkan 6 í Framhúsinu er Fram Akureyri og í Kaplakrika er klukkan 7:30 er FH IPVAF, HK Haukar klukkan 7:30 og Austurbergi IR Valur klukkan 7:30 og það eru næstu leikir í Ólafsdeild karla. Og í Ólafsdeild kvenna þá eru næstu leikir núna næsti leikur á fimmtudaginn klukkan 8 í Framhúsum Fram Grótta og laugardaginn í KA heimilinu KA Þór IPVAF klukkan 7:30 og þessi leikir eru allir klukkan 7:30 á laugardaginn. Í Fylkisvöllinni Fylkir Valur, Digranesinu HK Selfoss og í Mýrinni Stjarnan Afturelding og í Kaplakrika er það FH Haukar. Og í fyrstu deild karla þá eru næstu leikir núna á föstudaginn klukkan 7:30 í Laugardalshöllinni Þróttur Afturelding, klukkan 7:30 Stjarnan Fylkir og í KR heimilinu er það KR Selfoss klukkan korter yfir 8. Laugardaginn í Kaplakrika er það IH Víkingur og í KA heimilinu klukkan 4 er það Hamranir Grótta. Svo eru náttúrulega meistaradeildin á morgun og miðvikudaginn og að gera fylgjast með henni, alveg leikið þar á ferð og svo er ég ekki með meira í bili. Fyrsti leikurinn í íshokkí er á fimmtudaginn í úrslitakeppninni og meira hef ég ekki handa ykkur. Ég þakka ykkur fyrir hlustunni í kvöld, hlustu góður, minn ykkur á að þið getur hlusta á þætti þátt kvöldsins inn á suðurlandfm.is strax í fyrramálið, viðtölin verða komin þar inn og í næsta þætti ætla ég að fá íþróttamann ársins í heimsókn, Helga nokkuð Sveinsson
sem varð heimsmeistari í spjótkasti. Hann var íþróttamaður ársins hérna á Suðurland FM. Hann mætir nú næstkomandi mánudagskvöld. Bestu þakkir og já, njótið vikuna sem framundan er. Hún er nefnilega æðisleg vika sem er að byrja núna. Það er nú bara þannig.